alveg ströggl og þær voru alltaf, held alltaf í við okkur, þetta var ekkert, já við gátum ekkert verið að slaka á fyrir hann aðeins undir lokin. Hvað myndir þú segja svona hafi gert útslagið fyrir þitt lið? Við vorum bara að berjast í vörninni og vorum að nýta skotin okkur kannski aðeins betur en í undanfarandi leikjum, þannig að ég veit ekki, já og fleiri en eina kom með framlag. Þurfum að gera það í leikjum, ekki að stóla bara á framlag frá Kristinn í sókninni. Til hamingju með sigurinn. Svo við fáum aðeins, ég veit að þetta er 5 mínútur eftir leik, að rýna aðeins í úrslitaseríuna á móti Keflavík. Hvernig líst þér á það? Herru, bara ágætlega. Mér finnst alltaf gaman að fara í Keflavík að spila, þannig að mér líst bara ágætlega á þetta. Nú hafið þið töpuð 2 leikjum í röð, bæði bikars og deild að við minnum núna í janúar. Já. Mjög samfærandi sigrar hjá Keflavík þá, áður en þær fóru kannski í svona ákveðna lag. Hvað er erfitt að meta þetta? Já, svo unnum við þær frekar létt í hólminum. Já, einmitt. Þannig að þetta er bara, ég veit ekki, það er erfitt að spá í þessa leiki eins og þessa seríu. Við vorum búin að vinna Grindavík létt hérna og svo vinna þær okkur hérna á sínum heimavelli einu leik. Þannig að það er erfitt að spá fyrir þetta. Ég held að það sé bara 2 ansi sterk lið. Sjá það á deginu kannski. Já. Það er hvernig útiferðirnar fara í mannskapinn núna. Það er einhver búin að kvarta fyrir því. En við eigum að vera vana þeim, víst.